Komið sæl og velkomin í forystusætið. Vinstri hreyfingin Grænt framboð hefur með sína 7 þingmenn setið í stjórnarandstöðu þetta kjörtímabil. Fylgi flokksins tók kipp í apríl síðastliðnum þegar vindrismálið kom upp og nú benda kannanir til þess að þingmönnum flokksins fjölgi nokkuð eftir kosningar. Í könnun sem gerð var í apríl sögðust 37% aðspurðra helst vilja Katrínu Jakobsdóttur, formann Vinstri grænna, í embætti forsætisráðherra. Við ætlum að ræða við Katrínu flokkin og stefnumálin. Katrín, velkomin í forystusætið. Takk fyrir. Á síðasta kjörtímabili voru Vinstri græn á mörkum þess allavega tíma að vera starfhæf vegna ágreinings innan flokksins. Nú eru líkur á að VG komist aftur í ríkisstjórn. Eru þið starfhæf núna? Ganga allir í takt? Það rétt að síðasta kjörtímabil var á köflum mjög erfitt, en ég tel að við höfum nýtt reynsluna sem við fengum á síðasta kjörtímabili til að læra af henni og vinna úr henni. Við höfum farið mjög vel yfir það hvað við höfum geta gert betur, hvernig við viljum starfa í framtíðinni, þannig að ég get ekki annað sagt en að ég held að Vinstri hreyfingin Grænt framboð sé í fínu standi til þess að takast á við verkefni stjórnmálanna. Nú finnst sumum eins og ásýnd Vinstri grænna hafi breyst á undanförnum misserum og svona þessi átaka stjórnmálahamur hafi svolítið farið af ykkur. Hafið þið vísvitandi haldið ykkur til hlés núna undanfarna mánuði? Ég held að það sem við höfum verið að gera er að við höfum reynt að nálgast öll mál málefnalega í störfum okkar í þinginu. Við höfum, eins og ég sagði, farið bæði við vinnubrögð okkar en líka málefnin. Þannig að við göngum til þessara kosninga með endurnýjaða stefnu, skýra kosningastefnuskrá sem við erum ánægð með og stolt af, og hún snýst þetta fyrst og fremst kannski það hvernig við getum byggt hér samfélag án misskiptingar, þar sem jöfnuður lykilatriði. Þar erum við að horfa sérstaklega til innviðana, en ég vil líka nefna fleiri mál eins og umhverfismálin, loftslagsmálin sem eru auðvitað risavaxið verkefni framundan. Þannig að við erum bæði búin að fara yfir stefnuna en við erum líka búin að skoða það hvernig við vinnum. Evrópusambandsmálin voru eitt af þeim atriðum sem klufu ykkur á síðasta kjörtímabili. Margir flokkar tala núna að það eigi að halda þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að ákveða næstu skref. Hver er afstaða ykkar í mál? Já, við teljum ekki að Ísland eigi að vera aðili að Evrópusambandinu og við höfum áréttað þá stefnu, en við teljum líka að þetta sé mjög stór ákvörðun og þess vegna eigum við að leita leiðsagna þjóðarinnar. Við teljum eðlilegt að leita leiðsagna þjóðarinnar nú, hvert eigi að halda með málið, og ef úr því yrði að Ísland færi á nýjan leik í aðildarviðræður þá að sjálfsögðu yrði þjóðin spurð aftur. Og það er í raun og veru í takt við það sem við ræddum líka 2009 þegar við meira segja ályktum sérstaklega á landsfundi að þetta væri ákvörðun sem ætti heima hjá þjóðinni. En þið eru sem sagt tilbúin að lúta þjóðarvilja, verði hann jafnvel þvert á stefnu flokksins? Já, sumir hafa kallað það pólitískan ómöguleika, en það er auðvitað svo klípa sem stjórnmálahreyfingar sem vilja í auknum mæli tryggja áhrif almennings og ákvarðanatöku þurfa að takast á við. Og þess vegna höfum við farið yfir það í okkar röðum, hvað myndi það þýða, og við erum alveg reiðubúin til þess að takast á við það ef okkar vilji yrði undir í slíkri atkvæðagreiðslu. Væri þau þá ekki bara að brjóta ykkar prinsip? Ég meina þetta er eins og ég segi, þetta er eðlileg klípa. Ég meina við höfum það á okkar stefnuskrá að það sé eðlilegt að leita til almennings stór mál, til dæmis í þjóðaratkvæðagreiðslum, og að við viljum auka aðkomu almennings að stórum ákvörðunum. Og að sjálfsögðu þurfum við að vilji almennings fer ekki endilega alltaf saman við okkar vilja sem stjórnmálahreyfingar. En sko, ég tel samt að fulltrúalýðræðinu geti verið styrkur að því að virkja vilja almennings í auknum mæli. En myndu þið beita ykkur gegn áframhaldandi viðræðum ef að kosið yrði það, eða gengið yrði til atkvæða? Já, það er mín skoðun að ég tel ekki rétt að Ísland taki þessar aðildarviðræður endilega upp aftur á þessum tímum sem eru mjög óvissir hvað varðar Evrópusambandið. Það er mikil, getum við sagt, deigla innan dyra og við vitum í raun og veru ekki alveg hvert sambandi stefnir. Það eru auðvitað stórt tíðindi sem hafa orðið með útgöngu Bretlands eða væntanlegri útgöngu Bretlands úr sambandinu. En eigi að síður, eins og ég segi, þá finnst mér stóra máli vera að leita leiðsagna þjóðarinnar og við hlítum henni. Þannig að þú vilt leita leiðsagna þjóðarinnar í þessu máli? Já. Og Vinstri græn myndi þá ekki beita sér gegn áframhaldandi viðræðum? Alls ekki ef þjóðin ákveður að
það sé það sem hún vill. Þó að mín skoðun sé þessi. Heilbrigðismálin virðast vera eitt af stærstu málunum fyrir þessar kosningar, að minnsta kosti það svona sem að brennur hvað mest á almenningi. Þið talið fyrir miklum breytingum á kerfinu. Kerfið samt ekki með því besta sem gerist í Evrópu? Já, við eigum þetta mörguleiti góða heilbrigðisþjónustu, en við verðum að horfast á þá staðreynd að hér hefur margt gengið vel í efnahagsmálum. Hér hefur verið ákveðin efnahagslegur uppgangur. Margir hafa það betra nú en fyrir nokkrum árum, sem gott, en á sama tíma höfum við hort á mjög alvarlega stöðu bæði innan heilbrigðiskerfisins, menntakerfisins og líka þegar kemur að fleiri innviðum. Og við stjórnmálamenn þurfum auðvitað að hlusta á þá áskorun sem fleiri en 86.000 Íslendingar skrifuðu undir, þar sem við erum hvött til þess að stefna því markmiði að útgjöld til heilbrigðismála fari upp í 11% sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Við erum fjarri þessu hlutfalli núna, þetta hlutfall fór lækkandi milli áranna 2014 og 2015 og það þróun sem við þurfum að snúa við. Og við höfum mjög skýrar hugmyndir það hvernig við viljum takast á við þetta. Það annars vegar með því að auka útgjöldin og stefna að þessu markmiði og hins vegar með því að forgangsraða þeim fjármunum sem við setjum inn í heilbrigðiskerfið. Og þar viljum við horfa til þess að létta gjaldtöku á sjúklingum. Það óásættanlegt að alltaf þriðjungur Íslendinga hafi frestað læknisheimsókn vegna efnahags, sem rannsóknir sýna að hefur gerst og eru nýjar tölur tiltölulega í þeim málum. Og það algjörlega óásættanleg staða. Þannig að við þurfum að létta gjaldtöku af sjúklingum í áföngum. Við þurfum að styrkja rekstur spítalana, heilbrigðisstofnana og heilsugæslunnar. Félagslega rekna heilbrigðiskerfin okkar, því það sem allir fagaðilar að benda á að þarna virkilega þarf að bæta framlög og standa betur á málum, að því að við höfum sér kannski aðra þætti heilbrigðisþjónustunnar fá mun meiri athygli hjá stjórnvöldum, þeim stjórnvöldum sem nú eru. Þið talið félagslegan rekstur á heilbrigðiskerfinu. Hvað hafið þið á móti einkarekstri? Já, 80% Íslendinga vilja að megin hluti heilbrigðiskerfisins sé félagslega rekin. Þannig að ég held að við tölum þar fyrir mun meiri hluta þjóðarinnar. Við höfum hins vegar ekkert á móti þeim einkarekstri sem til staðar, en það okkar skýra skoðun til dæmis að heilsugæslan sem núna verið að bjóða út í einkarekstur, þetta eigi að vera hluti af hinu opinbera kerfi og sama með heilbrigðisstofnanirnar og sjúkrahúsin. Og það sýnir sig líka þegar við skoðum samanburð milli kerfa að þessi kerfi koma best út í öllum alþjóðlegum samanburði. Og við viljum styrkja þessar stoðir. Í staðan eins og hún núna að Landspítalinn hefur til dæmis þurft að mæta niðurskurðarkröfu allt frá árinu 2003. Það mjög erfið staða fyrir þetta þjóðarsjúkrahús og við þurfum bara að huga því hvernig við getum staðið betur að rekstri hans sem og annarra sjúkrahúsa og eins og ég segi heilbrigðisstofnana og heilsugæsluna. En hefur ekki bara einfaldlega sýnt sig að einkareksturinn að mörgu liti hagkvæmari, að fólk fær meira fyrir peningana sína með einkarekstri? Mér til dæmis geta ekki talið það eðlilegt að það sé verið að taka arð út úr einkarekinni heilbrigðisþjónustu, bara svo við byrjum þar. Því þetta jú allt opinberi fjármunir og skattpeningar okkar allra sem að renna í þessa þjónustu. Þegar við skoðum rannsóknir, eins og ég bent á hér áðan, þá það félagslegu reknukerfin sem koma best út einmitt hvað varðar hagkvæmni. Því þar ekki verið til dæmis að veita meiri þjónustu en þörf á. Svo dæmis tekið því það ekki þessir fjárhagslegu hvatar á bakvið. En hvað myndu vilja gera í tilfelli þeirra fyrirtækja sem nú þegar sinnar verkefnum í heilbrigðiskerfinu? Ég meina við erum auðvitað með víðtækt kerfi bæði sjálfseignarstofnana og sérfræðilækna sem ekki innan hins opinbera rekstrar og við erum ekkert að tala það að breyta því endilega. Við erum að tala fyrir því að þær einingar okkar sem í hennum opinbera rekstri, þær hafa verið vanræktar og það þarf að styrkja þær. En snýst þetta fyrst og fremst arðgreiðslur út úr kerfinu? Það til að mynda eitt sem bent á, en líka það sem ég að benda á hér áðan, að þegar við erum með kerfi sem í raun og verum ákveðna fjárhagslega hvata fyrir því að veita tiltekna þjónustu, þá getur ekki tryggt til jafna aðgengi, til dæmis bara landfræðilega, horfum til dæmis til landsbyggðarinnar, hvernig hún kemur út ef við ætluðum að hafa meiri hluta kerfinu í einkarekstri. Og hvatinn til þess að veita kannski meiri þjónustu en þörf á verður meiri innan einkarekna kerfisins en þessa félagslega rekna. Nú, þú nefndir það hérna áðan að þið hafið talað að hækka framlag ríkisins til heilbrigðiskerfisins upp í 11% af vergri landsframleiðslu fyrir árið 2020 og stefnaði gjaldfrjálsi heilbrigðisþjónustu. Viðskiptaráð Íslands var að birta tölur þar sem reiknað út hvað þetta kostar. Þetta nærri 100 milljarðar á ári. Hvar
hvernig á að fjármagna það? Við höfum talað fyrir því að ég stefna að þessu 11% markmiði í áföngum og höfum talað fyrir því að það setja niður 6 ára áætlun það hvernig við ætlum að gera það og hluti af þeim fjármunum á að sjálfsögða að renna til þess að létta gjaldtöku á sjúklingum. Og við höfum séð það, eins og kemur til dæmis líka fram í þessari skýrslu viðskiptaráðs sem þú vitnar í, að kostnaðarþátttaka sjúklinga hér meiri en annars staðar á Norðurlöndum. Og ég trú ekki öðru en að fólk sé reiðubúið að taka höndum saman það eins og ég nefndi hér áðan að hér í þessu ríka samfélagi þurfi fólk ekki að neita sér læknisþjónustu eða lyf vegna efnahags. Þannig að við viljum gera þetta í áfangum, setja niður aðgerðaáætlun þetta og skapa sem mesta sátt þá aðgerðaáætlun. En hver á að taka peningana, segir þú? Ég hef nú til dæmis bent á það í þessari kosningabaráttu að við erum auðvitað að ganga til kosninga fyrr að því að málefni tengd sköttum og skattaundaskotum og skattaskjólum komist hér í hámæli fyrra árinu. Eitt af því sem hefur komið fram í þeirri umræðu að bara skattaundaskot á Íslandi á hverju ári eru áætluð, og það varlega áætlað skilst mér, 80 milljarðar á ári. Og það til dæmis eitt sem hægt að vinna í. Það hægt að fara í ákveðnar breytingar, það hægt að fara í verkefni til þess að draga úr skattaundaskotum. Það hægt að fjárfesta í eftirlitsstofnunum og borð við ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra og ég spái því að sú fjárfesting muni skila sér margfalt tilbaka og ég held að atvinnulífið sé fullkomlega tilbúið og meira en það til að taka þátt í slíku verkefni. Við höfum talað fyrir því að þeir sem eru að nýta okkar sameiginlegu auðlindir að arðurinn af þeim skili sér með réttlætari hætti til samfélagsins. Ertu hér bara að tala sjávarútveginn? Ég er ekki bara að tala sjávarútveginn, ég er líka að tala það og það er okkar skoðun og stefna að við erum að horfa á auðlindirnar með sömu glerjum, hvort sem við erum að tala sjávarútveginn eða orkuna, svo dæmis er tekið, en auðvitað vitum við líka að þar er auðvitað sjávarútveginn veigamestur og við auðvitað stóðum fyrir því á síðasta kjörtímabili eins og þið þekkið að hækka sérstaka veiðigjaldið. Það var svo forgangsverkefni nýrrar ríkisstjórnar að skerða það gjald, svo dæmis er tekið. En þið viljið taka upp þrepaskipt skattkerfi talið. Þýðir það ekki einfallega aukna skattheimtu og almenning? Við erum auðvitað með þrepaskipt skattkerfi í dag, það er að segja 2 þrep. Þriðja þrepið, við komum á þessu 3 þrepa skattkerfi þegar við sátum í ríkisstjórn. Þessum þrepum var fækkað í 2 af núverandi ríkisstjórn, þannig að tilhneigingin er enn og aftur að fletja út skattkerfið og við tölum gegn þeirri tilhneigingu. Og af hverju gerum við það? Jú, af því að við segjum skattkerfið er í senn, það er tekjuöflunartæki en það er líka tekjujöfnunartæki. Og þess vegna tölum við fyrir þrepaskiptu skattkerfi, við myndum reyndar endurskoða þær fjárhæðir sem miðað væri við í þrepunum og við teljum að ef við ætlum að hafa eitt hátekjuþrep þá eigi það einungis að leggjast á verulega háar tekjur. Við erum að tala tekjur langt yfir þeim meðaltekjum sem við erum með í þessu landi. En það sem við þurfum átt okkur á, og það er það sem þetta fleiri eru að tala bara í hinu vestræna heimi, það er að ójöfnuðurinn í samfélögum heimsins birtist kannski ekki endilega í gegnum launastigann okkar. Hann birtist fyrst og fremst í því hvernig eignir og auðæfi skiptast og það er nákvæmlega sama þróun á Íslandi eins og annars staðar. Við erum til dæmis að tala það á Íslandi að 10 ríkustu prósentin eiga 75% af öllum auðæfum landsins. Og finnst okkur það eðlilegt, okkur í Vinstri grænum finnst það ekki eðlilegt eða réttlátt og við vitum líka að þau samfélög sem jöfnuður mestur, þau standa sér líka best þegar kemur að efnahagslegri velsæld. Í nýjum tillögum 6 helstu sérfræðinga þjóðarinnar endurskoðun skattkerfisins sem kom fram núna í haust. Það var einmitt lagt til að skattkerfið verði einfaldað. Þið viljið hins vegar gera það flóknara og þið viljið setja meiri kraft í skattheimtu og skattrannsóknir. Er ekki bara heiðarlegast að segja að þið viljið stór hækka skatta til þess að auka ríkisútgjöld? Nei, það var nú ekki heiðarlegt, það er ekki alveg rétt og þrepaskipt skattkerfi er auðvitað ekkert flókið, enda eru langflestar Evrópuþjóðir með þrepaskipt skattkerfi og flækist ekkert mjög fyrir þeim. Þessar tillögur sem þú vísar í, það fylgdi þeim þegar þær voru setta fram að þær tækju alls ekki til tekjujöfnunar hlutverks skattkerfisins. Þannig að í raun og veru sögðu sérfræðingarnir, það er pólitísk spurning hvernig við eigum að nýta skattkerfi til að jafna tekjur. Það skiljum við eftir handa þeim stjórnvöldum sem eru við völd hverju sinni, hversu mikið þau vilja nýta skattkerfi til jöfnunar. Og þegar þú talar skattahækkanir, já, við erum tilbúin til þess að hækka skatta þar sem peningarna er að finna.
og þess vegna tölum við fyrir sanngjörnum auðlindagjöldum og þess vegna tölum við fyrir skattheimtu á þá sem hafa mest milli handana því við teljum eðlilegt að þeir leggi hlutfallslega meira til samfélagsins en lágtekjuhóparnir og millitekjuhóparnir sem standa skil á sínu. En þessi hátekjuskattur, auðlindagjöld, skattheimta, dugar þetta heldur til þess að fjármagna kosningalofurinn sem að þið eru að setja fram? Já, við setjum fram og við höfum talað skýrt fyrir því alla baráttuna. Að það ekkert þannig, við sjáum það alveg að allt þarf þetta gerast í áfangum. Við munum ekki, ef við fáum til þess umboð að starfa til dæmis hér í ríkisstjórn, þá lofum við því ekki að hér verði allt komið í himnalag á einu ári. Og það sem ég tala fyrir að það þarf aukna langtíma hugsun í stjórnmálum og til þess að við getum náð aukinni langtíma hugsun í stjórnmálum þá þarf að leggja á sig verulega vinnu til að ná ákveðinni sátt breytingar. Og það sem við höfum séð á Íslandi því miður það að það hefur ekki verið lenska að vinna þannig og við sjáum það til dæmis þegar þessi ríkisstjórn sem nú situr tók við þá var farið í miklar kollsteypur því vísið til þess að það hafi verið farið í breytingar á skattkerfinu, það voru skorin niður útgjöld, þau jafnvel sett á aftur árið seinna þannig að við þurfum auðvitað að reyna að vinna þannig í pólitíkina hér verði meiri stöðuleiki og horfa til lengri tíma. En við höfum horft til þess að það sé nauðsyn að forgangsraða fjármunum inn í heilbrigðiskerfið, inn í skólakerfið og menntakerfið sem hefur ekki verið mikið til umræðu fyrir þessar kosningar en algjört grundvallaratriði fyrir framtíðina ef við ætlum að byggja hér upp gróskumikið atvinnulíf sem byggir á þekkingariðnaði, nýsköpun og þeirri auðlind sem aldrei þrýtur sem hugvitið, þá verðum við að setja aukið fé inn í háskólana okkar og framhaldsskólana. Og þetta eru þeir innviðir sem við horfum sérstaklega til og við teljum að það sé hægt að afla tekna til þess að setja í þessa innviði. En finnst þér ekkert varhugavert við það að leggja aukna skatta til dæmis bara á ferðamenn, á fiskinn okkar hluti sem eru að leggja okkur mikið til í kassa núna? Já, við höfum séð það að arðgreiðslur hjá stórútgerðinni hafa aukist í réttu hlutfalli við lækkun veiðigjalda. Og mér finnst eðlilegt að þessi arður skili sér frekar til þjóðarinnar en til einstakra aðila og það sé þá sanngjarnt hlutfall af þeirri arðsemi því auðvitað þarf fólk síðan að hafa einhvern arð út úr sinni starfsemi. Það enginn að tala um eitt annað en það. Hvað finnst þér að vera sanngjarnt hlutfall? Og þegar þú talar, ég get bara vitnað í það þegar til dæmis á síðasta kjörtímabili við settum á sérstaka veiðigjaldið, svo dæmis tekið. Ég ætla síðan að segja að því þú nefnir ferðaþjónustuna sem auðvitað okkar stærsta atvinnugrein þessar myndir að skila samfélaginu umtalsverðum skattekjum. Við megum ekkert gleyma því að þaðan auðvitað að koma inn umtalsverðar tekjur til samfélagsins og við höfum talað fyrir því hins vegar að það eigi að hækka gistináttagjaldið og mér heyrist raunar vera pólitísk samstaða það og hluta þess eigi að verja til sveitarfélagana sem hafa ekki beinar tekjur af ferðaþjónustunni og við höfum líka talað fyrir þeirri leið að setja á komugjöld og þá erum við að horfa í tekjustofna sem hægt að nýta til uppbyggingar innviða ferðaþjónustunnar og það auðvitað umhugsunarefni og ábyrgðar hluti að hér hefur verið veldisvöxtur í ferðaþjónustu en því hefur ekki fylgt skýr stefnumótun stjórnvalda það hvernig við ætlum að standa uppbyggingu innviða til þess að geta tekið á móti öllu þessum ferðamönnum. Við kynntum okkar ferðamálastefnu fyrir skömmu. Ég held sveimir þá að ég veit ekki hvort við vorum fyrsta stjórnmálahreyfingin til að gera það en við heyrðum þá að minnsta kosti frá ferðaþjónustunni að þeim fannst það mjög mikilvægt að við værum að móta sérstaka stefnu í þessum málum og þar leggjum við áherslu á náttúruvernd og umhverfisvernd og að tryggja það að við getum haldið hér upp í gæðum á ferðaþjónustu. En talandi umhverfisvernd, þið eruð umhverfisverndarflokkur, þið voruð í ríkisstjórn þegar ákveðið var að ráðast í stóriðju á Bakka við Húsavík. Nú komin upp staða þar, varðandi línulögn frá virkjun til verksmiðju og það meðal annars vegna náttúruverndarlaga. Hvernig samræmist þetta ykkar sjónarmiðum? Já, sem betur fyrir umræðum umhverfisvernd og náttúru gríðarlega fram frá því að við stóðum einmitt gegn Kárahnjúkavirkjun á sínum tíma sem skapaði okkur nú ekki miklar vinsældir í almennri umræðu hér á Íslandi og það sem hefur gerst í þeim efnum og ég ætla bara að leyfa mér að rifja það upp að það sem var fyrirhugað á Bakka í fyrri tíð var álver sem var talsvert orkufrekt og miðaði við virkjanir í stórfljótum norðanlands, hvort sem við tölum Jökulsárfjöllum eða Skjálfandafljót og þess vegna var það auðvitað málamiðlun af okkar hálfu að ráðist yrði í talsvert umfangsminni iðnað á þessu svæði sem þurfti 10 sinnum minni orku en það álver sem var fyrirhugað. Það hvað varðar línulögnina hins vegar,
þá kom hér fram frumvarp í þinginu frá ríkisstjórninni sem miðaði því að það yrði gripið inn í það lög og reglur sem gilda þessi mál. Það sem gerðist síðan var að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi sinn úrskurð sem leiddi til þess að ríkisstjórnin dróð það frumvarp tilbaka. Og ég hef sagt í þessu máli það mjög mikilvægt að það einmitt það sem við í VG höfum barist fyrir, sem eru ný náttúruverndarlög og þú vitnar til þeirra, Árósasáttmálinn sem tryggir aðkomu almennings að ákvörðunum. Þessi lög og þessar reglur, við verðum auðvitað að virða þau og þær. En sýnir bakkamálið okkur kannski að prinsip ykkar í umhverfisverndarmálum eru kannski ekki svo mikil prinsip þegar allt kemur til alls? Þú talar að þetta hafi verið málamynum. Já, og ég held, ég ætla að leyfa mér að segja það að ég er ekkert sérstaklega hrifin af stjórnmálafólki eða stjórnmálahreyfingum sem gefa sig út fyrir að vera heilagar eða heilagt fólk. Því það eru þetta enginn sem tekur þátt í stjórnmálum. Og eitt af því sem við höfum lært af ríkisstjórnarsamstarfinu og það að bara taka þátt í ríkisstjórn, það er mikilvægt að gera það uppi sig í byrjun hvaða málamiðlanir maður er reiðbúin að gera og hvernig maður er reiðbúin að gera málamiðlanir. Í stjórnmálamenn, þú getur dæmt það af hugsunum þeirra og maður á að dæma það af hugsunum þeirra en maður verður líka að dæma það út frá þeim málamiðlunum sem þeir gera. Talandi málamiðlanir, Píratar hafa boðið ykkur og 3 öðrum flokkum til viðræðina stjórnarsamstarf fyrir kosningar. Þú ræddir sjálf möguleikann kosningabandalagi bara strax í febrúar, en það vakti engin sérstök viðbrögð. Þið eru vinstriflokkur, Píratar standa svona svolítið kannski fyrir utan þessa hægri vinstri hefðbundnu skiptingu. Eru þeir í betri aðstöðu til þess að setja fram svona tilboð heldur en þið eru? Við höfum, og þú réttilega bendir á það, við ályktum í febrúar, við höfum talað fyrir þessu að þetta væri breyting sem við ættum að innleiða í íslensk stjórnmál. Það er að segja að flokkarnir tali skýrt það fyrir kosningar með hverjum þeir vilja vinna og hvaða málefni þeir vilja vinna. Þannig að þess vegna hef ég nú bara verið jákvæð gagnvart þessu útspili Pírata. Mér finnst það vera eðlilegt að við einmitt reynum að koma þessari, hvað getum við kallað, kúltúrbreytingu á í stjórnmálum. Að það sé skýrt nokkurn veginn fyrir kosningar hverjir vilja vinna saman og eins og ég segi hvað, það er það sem hefur tíðkast á Norðurlöndum. Það hefur ekki verið hefðin hér og ég fagna því að þetta má verða til þess að við færumst nær þeirri hefð. Myndir þú helst af öllu vilja starfa með þá Pírötum og öðrum stjórnarandstöðuflokkum á næsta kjörtímabili? Já, þannig höfum við séð það fyrir okkur að ef stjórnarandstöðuflokkarnir fá til þess umboð almennings, þá væri það besti kosturinn að þeir tækju við. Kæmi til greina ef að það gengur ekki upp að starfa með núverandi stjórnarflokkum? Ég hef nú bent á það að maður fer ekki í ríkisstjórn bara til að fara í ríkisstjórn. Maður fer í ríkisstjórn að því að maður vill vinna tilteknum málefnum fylgi og ná tilteknum árangri og núverandi ríkisstjórn hefur á mínu viti verið mjög hægrisinnuð. Þær breytingar sem hún hefur ráðist í, þær hafa ekki verið átt til aukins jafnaðar í samfélaginu. Ég er mjög andsnúin þeirri stefnu til dæmis sem birtist í ríkisfjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar, þar sem ekki gert ráð fyrir neinni sókn í þeim málefnum sem við höfum lagt mest áherslu á og ég nefni heilbrigðis- og menntamálin þar. Þannig að ég í raun og veru hef ekki séð málefnalega samlegð með okkur, sérstaklega ekki Sjálfstæðisflokknum sem eru þetta lengst til hægri og við líklega kannski lengst til vinstri af þeim flokkum sem eru núna á þingi og Framsóknarflokkurinn hefur því miður að mínu viti gengist allt of mikið inn á hægri stefnuna í þessari ríkisstjórn. Þannig að þú sérð ekki fyrir þér að þetta geti verið möguleiki? Ég hef ekki séð mikinn möguleik og samstarfi okkar við þessa flokkani. Og eins og ég segi, ég vil bara horfa á það hverjum viljum við vinna með og við viljum vinna með þeim flokkum sem hafa verið í stjórnarandstöðu og ég vil taka það fram að þessi flokkar hafa unnið mjög vel saman í stjórnarandstöðu allt þetta kjörtímabil. Við nefndum hér í upphafi að í apríl sagði stór hluti þjóðarinnar helst vilja sjá þig sem forsætisráðherra. Þetta nú reyndar ekki verið rannsakað nýlega en munt þú gera þá kröfu ef kosningarnar fara þannig og þið semjið ríkisstjórnarsamstarf að þú verðir forsætisráðherra? Mér finnst við eiginlega vera að tala þetta svolítið í viðtengingarhætti því að auðvitað skiptir máli bara hvaða umboð almenningur veitir flokkunum í þeim kosningum sem eru framöndan. Og það umboð verður auðvitað ráða því hvernig stjórnarmyndun fer fram. Takk fyrir þetta, Katrín Jakobsdóttir, og takk fyrir komuna. Takk fyrir. Þessu er lokið hjá okkur í kvöld. Á morgun mætir Ragnar Þór Ingólfsson frá Dögun í forystusætið. Við minnum líka á kjördæmaþátt í Suðvesturkjördæmi. Honum verður útvarpað á Rás 2 klukkan 7:30 annað kvöld og þangað mæta fulltrúar allra framboða í kjördæminu. Verið sæl.